Góðir félagar, það hefur verið sérstakt áhugaefni, sérstakt áhugamál þeirra sem nú stýra landinu að ná sér niðri á fyrrverandi forystumönnum Sjálfstæðisflokksins. Það hefur ítrekað verið vegið að Davíð Oddssyni, fyrrverandi formann okkar og farsælasta forsætisráðherra seinni tíma. Eitt fyrsta verk minnihlutastjórnarinnar vorið 2009 var að hrekja hann úr stóli seðlabankastjóra undir þeim ótrúlegu formerkjum að ráðast þyrfti í hreinsanir í þjóðfélaginu. Og íslensk stjórnmál náðu síðan nýjum lægðum og íslenskir stjórnmálamenn sýndu á sér sína verstu hliðar. Þegar meirihluti þingmanna ákvað að efna til pólitískra réttarahalda yfir Geir H. Haarde, fyrrverandi formann okkar. Með því freistuðu andstæðingar flokksins þess að gera Geir ábyrgan fyrir hruninu einan stjórnmálamanna. Þeir sem að þessu sátu gátu sumir hverjir ekki einu sinni stutt neyðarlögin. Þá löggjöf sem að mestu skipti í endurreisnarstarfinu. Í þessari málsókn felst ekki aðeins sú krafa að Geir verði látinn sæta sektum og fangelsisvist fyrir störf sín, heldur einnig það markmið að svipta hann ærunni. Aðförin að Geir H. Haarde er ógeðfelld og þeim sem að henni standa til ævarandi skammar. Réttarhöldin standa nú yfir fyrir landsdómi. Veigamestu ákæruliðunum hefur verið vísað frá dómi þannig að ákærendur málsins hafa réttilega þegar orðið fyrir þungu áfalli. En við því, Geir, vil ég segja persónulega að mér blöskrar þessi aðför og ég stend heilshugar á bak við þig í þessu máli. Og það gerir líka hver einasti þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Það gerir hver einasti þingmaður Sjálfstæðisflokksins, Geir. Það gerir hver einasti sveitarstjórnarmaður Sjálfstæðisflokksins og ég veit og þú heyrir að ég tala fyrir hönd allra þeirra sem eru hér inni. Og fyrirgefðu, Geir. Þetta átti nú ekki að gerast. Ég tala fyrir hönd allra þeirra sem eru hér inni, Geir, og ég tala fyrir hönd þúsunda Íslendinga þegar ég segi við þig, við stöndum öll með þér.